KR vann stórsigur á norðuríska liðinu Glenúan í fyrstu umferð en í kvöld var mótherinn liðið sem varð í fjórða sæti svissnesku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð. Það voru gestirnir sem byrjuðu betur. Rich Munsey kom Grasshoppers yfir á 18. mínútu. Íslenski landsliðsmaðurinn Rúnar Már Sigurjónsson nýgenginn í raðir Grasshoppers frá Sundsvall í Svíþjóð og fór beint í byrjunarliðið á KR-velli í sínu fyrsta leik með liðinu. Og Rúnar lagði upp annað mark gestanna sem Nikolai Georgiev skoraði og Grasshoppers var 2-0 yfir í hálfleik. Aðeins voru nokkrar sekúndur liðnar á seinni hálfleik þegar Morten Beck Andersen minnkaði muni fyrir KR en hann kom inn á varamannabekknum í hálfleik og því aðeins búinn að vera inn á vellinum í nokkrar sekúndur. Andersen kom greinilega sjóðheitur inn á því sá danski bætti öðru marki við 4 mínútum síðar og jafnaði fyrir KR í 2-2 á 50. mínútu. 8 mínútum síðar sótti svissneska liðið og eftir markvörslu Stefáns Loga í marki KR skoraði Brasilíumaðurinn Caio og kom Grasshoppers aftur yfir 2-3 á staðan þarna. En á 77. mínútu var brotið á Morten Beckinn í vítateig og KR fékk vítaspyrnu sem Óskar Örn Hauksson tók og hann skoraði síðasta mark leiksins. Loka tölur 3-3 en seinni leikur liðanna verður í Sviss í næstu viku. KR hefur nú skorað 11 mörk í 3 Evrópuleikjum í sumar en aðeins 8 mörk í Pepsi-deildinni. Á hverju kunnið þið svona betur við ykkur í Evrópu? Þetta stóra spurningin en leikurinn í dag var mjög athyglisverður. Við erum að spila á móti mjög öflugu liði og gerðum okkur lífið erfitt með að vera 2-0 undir í hálfleik. Við ætluðum að reyna svona að fara varfærið inn í leikinn og það er á mína ábyrgð. Við hefum kannski átt að pressa á fyrr, förum síðan í seinni hálfleikinn og ákváðum að vinna hann og gerðum það svona glimrandi vel. Þannig að KR-liðið spilaði þetta og við spilaðum bara alveg feikilega flottan leik hérna í seinni hálfleik á móti mjög öflugu liði. Ég er ekkert viss um að við fylgjumst ekkert svo mikið með kannski liðum í Sviss og við þekkjum auðvitað Rúnar Már sem mér fannst þeir öflugasti leikmaðurinn þeirra í dag en þetta er feikilega öflugt lið þannig að ég er mjög stoltur af KR-liðinu í dag. Það allir möguleikar að fara áfram í þessu einvígi fyrir ykkur, eða ekki? Jú, það er það sem við ætluðum okkur að klára þennan leik með þeim hætti að möguleiki væri til staðar úti og hann er svo sannlega til staðar. Rúnar, fyrsti leikur með Grasshoppers beint í byrjunarliðið, leggur upp mark, hvernig fannst þér leikurinn? Fínn fyrir hálfleikur, lélega seinni. Við áttum góðan fyrir hálfleik, spilum hratt með tempói, 2-0 yfir. Svo er þetta bara slys í seinni, þeir skora eftir 20 sekúndur og svo aftur eftir 5 held ég, þannig að 3 útivallarmörk en við áttum að klára hann leik, þetta á ekki fara svona. Útileikurinn, hann er náttúrulega í allt öðru samhengi núna heldur en þegar þið voru hérna yfir 3-2. Já, það er allt opið, þeir þurfa bara að vinna 1-0. Ég bara hlakka til, það verður gaman að fá það í heimsókn, en ég er sannfærður að við förum áfram úr þessu einvígi. En aðeins að þér því að þú ert bara nýkominn, það er kannski erfitt að spyrja þig svona álit á þessu nýja umhverfi en hvernig líst þér á þetta? Líst vel, ég hef ekki séð mikið, ég fór hann út bara og skrifa undir og fór svo til Svíþjóðar að pakka og svo beint hingað í leik, þannig að það sem ég sé er flott en ég eftir að sjá meira, ég svaraði þessu spurningu betur aðeins seinna. Er allt klárt, ertu búinn að pakka og allt komið? Já, það er allt klárt, það var bara eftir að keyra þessu til Zurich og það var í góður.